Komið sæl. Í dag búið að vera norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu en þó strekkingur syðst á landinu. Dálítil él fyrir norðan og snjókoma eða slydda með köflum syðst. Annars staðar úrkomi lítið á landinu. Sjáum hér stóra yfirlitskortin okkar. Það smálægð í myndun hér suðvestur af landinu og hún mun ganga inn á vestanvert landið á morgun. Seint á morgun má búast við talsverðri ofankomu á sunnan og vestanverðu landinu og munum fara betur yfir það á eftir. En við sjáum hér á hitasviðinu að við erum í köldum loftmassa. Það má búast við svölum hitatölum næstu daga. Hiti svona eða undir frostmarki í víðaskárlandinu. Það helst að geti verið frostlaust á suðausturlandi þegar líður á vikuna. En við sjáum hér í nærmyndinni, hér staðan klukkan 7 í kvöld. Það norðaustanátt 5-13 metrar á sekundu, dálítil snjókoma með köflum sunnan og vestanlands. Og þegar líður á kvöldi þá færi þessi úrkoma ekki inn á landið, geti verið dálítil föl á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið. En verður dálítil snjókoma með köflum á sunnan og vestanverðu landinu í nótt, en annars staðar bara stöku él á norðan og austanverðu landinu. Sjáum hér stöðuna klukkan 8 í fyrramálið, svalt viður landinu, frost 6 stig á norðanverðu landinu og austanverðu landinu, en svona hiti í kringum frostmark suðvestan til og við sjáum að það snjókoma hér á suðvestanverðu landinu. En svo þessi smálægð sem að myndast og úrkomusvæði frá henni getur farið inn á suðvestanvert landið þá seint á morgun. Og það getur snjóa talsvert úr þessu úrkomubandi sem kemur inn á landið. Það smá óvissa með hvar nákvæmlega það lendir og einnig hversu mikið mun snjóa og á hvað formi snjókomi verður. En klukkan 18 annað kvöld taka gildi snjókomi viðvaranir á Suðurlandi, höfuðborgarsvæðinu og Faxaflóa. Og við gerum ráð fyrir að verði talsverð ofankoma klukkan 6 annað kvöld á þessum slóðum. En svo getur verið að hlýni eilítið þegar líður á kvöldið og úrkoman verður slyddukenndari eða jafnvel rigning. En dálítil óvissa í þessu nákvæmlega hitatölum og þess háttar, þannig að við fylgjumst vel með þróuninni. Og það getur verið að tímasetningaviðvaranir verði hnika eitthvað til. Það að falla úr gildi að hádegi á miðvikudag og úrkomubandi færist hér til austurs. Og hversu heldur snemma á miðvikudag á norðvestanverðu landinu verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu þar. Annars staðar hægari vindur norðaustan 5-10 metrar á sekundu og víða snjókoma með köflum á miðvikudaginn getur verið slydda hér á Suðausturlandi heldur hlýrra þar í veðri. Og þegar líður á miðvikudaginn úrkomubandi færi svo hér alveg austur af landinu, léttir til á suðvestanverðu landinu, sunnan heiða en áfram dálítil él fyrir norðan. Og verður svona breytilega átt 5-13 metrar á sekundu snemma á fimmtudag þá hvassast við norður og suðausturströndina. Hér í hádegi á fimmtudag inn til landsins yfirleitt hægari vindur, breytilega átt 3-10 metrar á sekundu og kalt í veðri. Það léttskýjað hér á suðvestanverðu landinu og einnig á norðausturhorninu en geta verið él einkum við norðvestur og suðausturströndina. Svo á föstudaginn þá útlit fyrir vaxandi austanátt og það fer að rigna á suðaustanverðu landinu og að hlýna smám saman í veðri. Gerum ráð fyrir að verði frostlaust víðast hvar á föstudagskvöld. Við skulum líta á önnur lönd í Evrópu, skúraleiðingar víða í norðanverðri álfunni og vætusamt þar á morgun en þegar sunnar dregur þá rólegra veður, bjartviðri víðast hvar, einhverjar skúrir í Tyrklandi á morgun en annars þar hiti í kringum 20 stig og bjart veður. Eins útlit fyrir bjartum degi á morgun á Spáni og hitatölur kringum 20 stig en úrkomi samt hér í Portúgal og vara við úrkomi þar á morgun. Við skulum skoða á Kanaríeyjum, hitatölur 27 stig og skýjað með köflum þar. Og í Bandaríkjunum það þetta úrkomubelti hér, úrkomusvæði vestur af vötnunum miklu, getur rignt talsvert úr því, en við vesturströndina rólegt og bjart veður og eins fremur rólegt hér hæð yfir austurhluta Kanada og hún veldur frekar rólu veðri í norðausturhluta Bandaríkjanna. Hjá okkur á morgun það útlit fyrir að geti verið talsverð ofankoma á sunnan og vestanverðu landinu þá einkum seint á morgun og fylgjast vel með þróuninni á því. Skulum segja þetta gott að vera í bili. Verið sæl.